fólkið og velkomin með mér í Klettur. Og hvar haldið þið að ég sé staddur núna? Ég upp á Jökuldalsheiði, hérna Ánavatnið hérna fyrir sunnan mig, sem nú eitt lengsta vatnið á heiðinni, ég held að sé einir 8 kílómetrar. Nú á þessu vatnasvæði hérna á heiðinni var heilmikil byggð á sínum tíma, minnir að hafi verið 15 eða 16 bíli. Nú fallegt útsýni hérna, Eiríksstaðan, Heflarnir, söður undan og svo sé ég toppinn á Snæfellinu. Nú, en þessi byggð, hún hrundi. Það gerðu náttúruhamfarir, eldgos og hér féll mikill vikur og síðan fór landið að blása upp. Og þá, hurfu flestir frá búnaði hér en reyndar byggðist á nokkrum bílum aftur. Þetta löng og heilmikil saga sem við förum ekki út í hér. En landið fór að blása upp. Við sjáum nú hérna fyrir aftan mig. Þetta allt saman gróið, ekkert nema víðir og gras og fallegar jurtir þess á milli. En svo þarf ekki nema hérna aðeins fyrir barðið, þá sjáum við hvað gerist. Svona byrjar uppblásturinn, gróður þekjan rofnar, svo kemur vindurinn, blæs og landið fauk á haf út. En á undanförnum 10 árum, hefur markvisst verið unnið að því að sá í landið. Þetta átaksverkefni í samvinnu Landsvirkjunar, Landgræðslunnar og heimamanna. En spurningin hvernig hefur tekist? Einhver árangur? Já, það verður árangur. Við erum að vinna í tvennu lagi, sko. Fyrst það áburðardreifing á ógróna mela eða lítið gróna og verið að vinna á þeim gróðri sem fyrir í landinu. Og svo komum við með krakkana og reynum að loka börðunum með því að setja á þetta áburðin og í þau og örlítið fræi í opinsár, íslenskan túnvingul. Það Landbótasjóður Norðurhéraðs sem stendur að þessum uppgræðslu framkvæmdum. Til hans var stofnað eftir að Hálslón varð til með virkjun Jökulsárdal við Kárahnjúka. Markmið sjóðsins að græða upp og styrkja gróður á vatnasvæði Jökulsár til jafns við það gróðurlendi sem fór undir Hálslón. Stofnframlag Landsvirkjunar til sjóðsins var 140 milljónir króna, en auk þess leggur Landsvirkjun sjóðnum til árlega 4 milljónir króna. Það framlag fer til framkvæmda á hverju ári, en auk þess hluti af stofnframlagi og vaxtatekjur. Miðað við að sjóðurinn verði tómur árið 2017 þegar þessu átaki lýkur. Það eins og bara vatnið eiginlega stöðvist frekar í landinu ef þetta dustað örlitlum áburðarskammti í landið. Og þetta myndar fljótlega hölu. Eftir 2 ára ábreiðslu á mela, þá komin einhver festa í landið, sko. Maður sér það bara á því þegar vélarnar fara þær spora í sandana fyrstu árin, en á öðru og þaðan af 4. ári kannski, það aldrei sáð í nema 2 í einu og svo aftur á 4. og 5. Þá sést hvergi fara þetta vel. Þú ert hérna með 5 ungmenn og hefur verið með undanfarnar vikur, skipt hverja helgi. Hvernig gengur að hafa stjórn á unga fólkinu? Það gengur alveg prýðilega. Ég veit ekki fyrir hvað það Ég reynir nú að vinna með þeim ef við erum í erfiðu landi og það skiptir öllu máli að vinna með unglingunum. Og einhvern veginn hefur mér tekist þetta að vera með þeim og ég bara eins og einn félagi þeirra. En í svona frítímum og svoleiðis þá kemur nú aðeins fyrir að þau eru að fljúgast á, en ég ekkert í því. Færðu ekki að taka þátt í áflóðunum? Nei, ég hef gaman að þessu, þetta allt í góðu. Ekki svolítið gaman að því að taka þátt í svona starfi og sjá landið klæðast jafnvel sparifötunum? Maður sér alveg mikinn mun á því sem við vorum að dreifa í fyrra og í ár núna. Það miklu fallegra. Grasið að koma til og alls konar gróður þar á milli? Já. Hefurðu eitthvað pælt í því hvers vegna landið fór svona? Nei,
Get ekki sagt að ég hafi pælt í því. En þú, hefur þú hugsað út í það hvers vegna að landið er svona tætt? Nei, ég hef nú bara aldrei, nei, bara alls ekki, sko. Já, ég strákar föturnar tómar og allur ábyrður búinn. Já, vorum að sækja meira, sko. Eru þið búin að vera áður í þessu? Já, ég var í fyrra, sumar. Það var mjög mikil ábyrgðardreifsla. Er ekki svolítið gaman að taka þátt í svona verkefni og hjálpa til við að græða landið? Jú, það er mjög skemmtilegt. Við erum bara að græða landið og bjarga sér allavega. Það er ekki fallegt. Það er svolítið að þverstæða að maður lappar hérna sumstaðar gróin bakka með víði og alls konar gróðri og svo fer maður fram fyrir brúnin á örfóka mel. Já. Þið ætla að reyna að snúa þessari þróun við. Já, alveg, klálega sko. En þú sér það hérna að það er þegar orðin árangur af þessari ábyrgðargjöf. Já, það er orðið miklu betra, sko. Það er miklu grænna sem við erum bara að dreifa. Heldur að vera ekki gaman fyrir það að koma hérna eftir kannski 10-20 árum með konu og börn og segja hérna er nú landið sem pabbi ykkar græddu? Jú, það er gaman, sko. Það tekur eftir í þegar maður skoðar þessa mela sem eru í gróanda, eru að gróa upp. Það eru þegar farnir að skjóta upp svona sprotar af víði til dæmis. Er þetta bara eitthvað sem er í jarðveginum og kemur til þegar það er örlítinn ábyrgð? Víðirinn er allstaðar í jarðveginu hér og með litlum ábyrgðaskömmtum myndar þetta alveg svona kolla fyrst og svo verður þetta meiri samfellur þegar líður á. En þegar að eru liðin svona 4-5 ár eða 4, þá er eins og þetta melarnir gráni upp og það er ekki nóg að setja þetta og láta á grænka, en það þarf að fylgja þessu eftir. Er það ekki svolítið gaman að geta kannski komið hérna eftir nokkur ár, börnið þín og sagt þetta gerði nú mamma á sínum tíma, hjálpaði til við að græða landi? Jú, það var náttúrulega mjög gaman að geta komið hingað aftur og sé hvað við erum búin að laga mikið. En það þarf að fylgja öllum uppgræðslum eftir. Það má ekki teygja sig of langt yfir í nýtt og nýtt á meðan að hinn er ekki fylgt eftir. Þetta verkefni fór vel á stað og fyrstu árin var dreift 300 tonnum af áburði. En síðan kom hrunið með hækkandi áburðarverði og minni vaxtatekjum. Þetta rýrði árlegar fjárveitingar til versins, þannig að síðustu ár hefur einungis verið hægt að dreifa 100 tonnum af áburði. Þá var ákveðið að leita fanga hjá Alcoa og samþykktu stjórnendur þar á bæ að veita 9 milljónum króna í þetta verkefni. Það koma 3 milljónir króna á ári næstu 3 árin. Þetta telja stjórnendur verkefnisins afar mikilvægt þar sem fylgja þurfi áburðargjöfinni eftir þannig að fenginn gróður vísir fjúki ekki allur út í veður og vind. Já, hann getur nefnilega fokið, það er alveg hárrétt, hann getur fokið og þessu verður ekkert haldið áfram nema með auknum framlögum. Og núna þegar að Alcoa er komin inn í þetta og vonandi verður það bara myndarleg framlög á meðan þeir eru að nýta vatnsfallið til orkuframleiðslu hérna í dalnum fyrir neðan. Og á meðan ég lifi, þá skal ég halda áfram að hjálpa þið til við að bæta landið. Það stendur ekki á því. Það var eins og búið hérna á einum 15 bílum og fullt af fólki og unglingum þar á meðal. Getur þú hugsað að búa hérna í heiðinni? Kannski ekki alveg. Það er gaman að koma hérna svona einstaka sinnum en ekki búa hérna. En þú getur hugsað að búa hérna án sveitasíma og án tölvu og án gemsa og allra þeirra nútíma tækni sem þú átt kost á? Nei, ég væri frekar til að hafa bara sumarbústaðina og kíkja með fjölskyldunum og svona. Þú ert nú bóndi sjálfur. Hér var búið á einum 15-16 bílum á sínum tíma. Skilurðu þá kollega þína fyrir að hafa lagt í að hokla hér? Nei, og vottar ekki fyrir því, ég skilja. Það er ekki til í dæminu. En það hefur bara verið til að lifa af, Þeir hafa drottnað, bændurnir niður í sveit, þeir hafa drottnað yfir landinu og það hefur hvergi verið pláss fyrir fólkið. Einu sinni var hérna búskapur, getur þú hugsað að setja sér að og verða bóndi? Ég held að ég sé ekki maður en það beint. Held ég ekki. Hvað segir þú? Værið þú til í að setja sér að og verða bóndi, engin sími, ekki tölvusamband og svo framvegis? Nei, ég held ekki, Það er því.
ekki endilega skemmtilegt. En hvað segir þú? Getur þú hugsaðir að gera bóndi í Jökuldarsveit? Já, það var einu sinni. Ég var lítill, sko. Ég veit ekki núna. Já, ég held ekki núna. Ef að fjárframlög halda áfram að renna til þessa verkefnis sem hefur vel til tekist, þá á ég von á því að heiðin hérna verði stórbætt og verði bara verulega fallega. Já, þá er ég komin ofan af Jökuldalsheiði og allir koma við á Skjöldólfsstöðum, keyra þar allavega hlaðið þegar fara, hvort sem er að fara austur eða norður. Nú, hérna á Skjöldólfsstöðum var í eina tíð skóli og hérna var aðal svona samkomustaður sveitarinnar. Hérna voru til dæmis þorrablótin haldin, fræg þorrablót stóðu stundum í marga sólarhringa, fór svona eftir því hvað vínið entist lengi. En nú er hérna hótel og það er bóndinn í Klausturseli sem rekur þetta hótel og hefur gert undanfarin ár. Segðu mér, þú varst nú hérna í skóla í eina tíð, eða ekki? Ég lærði mikið sem ég kann í þessum skóla og sótti allt mitt barnaskólanám hingað og undir handleiðslu Skjaldar Eiríkssonar sem var þá skólastjóri og kennari og hafði umsjón með börnunum allan námstíðina alla grunnskólanámstíðina. Kenndi þér eitthvað til hótelrekstur? Nei, en ég var alltaf liðtækur í að borða það sem var borð á borð og hafði áhuga fyrir mat og hef það svo sem enn eins og sést á mér. Mér var kennt það strax bæði heima hjá mér og hér að þá fara vel með mat og nýta mat vel og það er synd að henda mat meðan að fjöldi fólks sveltur í heiminum. Þú varst í áraraðir búinn að reka stórbúinn í Klausturseli, síðan komin hérna í þennan hótelrekstur, að skipta yfir? Ég er svona að sonur minn er að taka við búinn í Klausturseli og ég er að flytja mig set hérna í Skjöldólfsstaði í þennan gamla barnaskóla og sem búið að breyta í gistingu og veitingastað og ef að ég get lagt þessu nýja bóndalið þá ger ég það með. Og þú ert ekki bara hérna með hótel, þú ert líka með veitingasölu og það er tjaldstæði og sundlaug þar að ekki. Já, þetta var allt sem komið á meðan skólinn var hérna, eða það var komið sundlaug og heitu pottur, þetta er nú gamla sundlaugin og heitu potturinn sem var upphaflega á Egilsstöðum, fyrsta laugin sem kom þar. En það er heilmikið vandamál að reka sundlaug á svona litlum stað. Hún er samt opin fyrir gesti og gangandi. Já, hún er opin og er sundlaugavörður og allur pakkinn sem á að vera samkvæmt reglum. Ég hef áður í Glettu þáttunum farið með ykkur í heimsókn í vinnustofuna hjá henni Ólafíu sem er að vinna alls konar muni úr leðri og ekki síst hreindýraleðri. Hún hefur lengi búið í Klausturseli og þar var vinnustofan en nú er hún komið með vinnustofuna hérna niður í Skjöldólfsstaði í hóteli þar. Hérna sjáum við ýmsa muni sem hún hefur búið til. Og hérna er ýmislegt skemmtilegt að sjá, hérna til dæmis hattur, þessi fíni hattur úr leðri. Passa mér nú að vísu ekki alveg, ég er svo höfuðstór, heimskur er höfuðstór, segir máltækið. Svo get ég líka skellt á mig hérna sundu og þetta er líka úr hreindýraleðri og komið með þennan búnað þá er maður til í grillið og stórstekurnar. Hvernig kanntu við þig, kemur andinn yfir því hér eins og frá? Já, þar sem ég hef dótið mitt, þar er bara allt í lagi. Og farið ekki fleira fólki hér inn til að skoða og sjá þig vinna? Jú, ég held það nú, það er nú lítil reynsla komin á það ennþá, ég er búin að vera svo stutt en ég held að þetta kom allt saman. Og þetta er nær eingöngu hreindýraleður sem þú ert að nýta? Eingöngu hreindýraleður, já. Þannig að þú ert trú í heitin á staðnum á hreindýraslóðum. Maður verður að vera það, já.
Svo skemmtilegt líka hérna á ganginum inn að vinnustofunniðinni. Þar ýmiss konar fróðleikur hreindýrin, hvernig þau komu fyrst til Íslands og hvernig tókst að koma hér upp hreindýrastofni. Já, þetta náttúrulega bara fylgir þessari hreindýrastað, hafa einhvern fróðleik. Þannig að þetta lesandi til hreindýra menningu Íslendinga í gegnum aldir. Já. Ég held að það sé bara allt á þessum spjöldum hreindýr hér. Og hreindýraskinnið gott, þetta gott hráefni? Mjög gott. Þetta sterkt, þetta þunnt og mjög gott að vinna það. Þægilegra heldur til dæmis leður af sauðkindin eða nautum? Ég hef nú ekki prófað skinn af nauti en þetta mikið sterkara heldur en lambskinn. Hvað er þetta fyrst og fremst að búa til? Það nú mest töskur og buddur og svona smá hluti. Það vinsælt. Já, mjög. Prófaði ágætan rétt hjá þér, hamborgari sem gerður var úr lambakjöti, smakkaðist ágætlega og fer vel í maga. Væri þetta kannski ráð til þess að bæði minnka birgðir af lambakjöti og minnka innflutning á nautakjöti? Mér finnst þessi umræðum innflutning á nautakjöti mjög einhliða og okkur vantar ekkert kjöt á Íslandi. Og við eigum að hafa sem markmið Íslendingar að bjóða erlendum ferðamönnum upp á þá framleiðslu sem við erum að framleiða Íslendingar. Við þurfum ekkert endilega að vera að sækja okkur kjöt til Argentínu eða Ástralíu eða Evrópulanda til þess að brauðfæða bæði þjóðina og okkar gesti með næga framleiðslu. Síðan ég tók við þessu rekstri hér að þá höfum við aldrei verið með aðra borgara en þessa lambaborgara og hreindýraborgara og við höfum aldrei fengið kvörtun frá einum einasta kúnna að þetta væri ekki góð vara. Þetta er framleitt hjá Norðlenska og Akureyri og við höfum svona verið í samvinnu við þá að þróa þetta og gera þetta að vöru sem allavega okkur finnst full sambærilega við hamborgara sem eru gerðir á nautakjöti. Þú meina með því að auka notkun á lambakjötinu í hamborgarana þá verði meira afgáðsað nautakjöti til annarra þarfa og óþarfi að fara að flytja inn? Mér finnst það við verðum væntanlega með einhvers staðar á bilinu 500.000 tonna lambakjöti í birgðum í upphafi sláturtíðar í haust. Við erum að flytja inn einhver 500 til 800 tonna nautakjöti til þess að framleiða borgara og ýmsa rétti. Það hefur fundist í mötuneyti á meira sér á Austurlandi kjöt sem var margar ára gamalt og hafði verið fryst þegar líftíma var lokið út í Evrópu, hafði verið flutt frá Ástralíu til Evrópu og svo þaðan til Íslands og selt sem gæðavara hér á Íslandi. Nú sukka, konur franskar, kokteilsósu og hamborgari, en á þessu sinni það ekki nautakjöt, heldur lambakjöt. Það hefur alltaf verið við lýði spakmæðilið hollur heimafengin bakki og við eigum að hafa það í okkar matamenningu og hafa það sem og vera stolt af því að eiga góðan mat og ekkert að draga undan með það að nýta hann út í ystu æsað. Jökuldalingar eru þekktir fyrir að vera einstaklega skemmtilegir og afslappaðir. Þeir nýta helst ekki úr eða klukkur til tímamælinga og jafnvel ekki mánaðardaga heldur, segir sagan. Já, klukka náttúrulega á að vera óþörf, menn að geta séð það í náttúrunni hvað tímanum líður og þannig að það nú eitthvað nútíma fyrirbæri sem að menn hafa búið til þess að lifa eftir þá. Við sem búum og lifum á Jökuldal lifum í tengslu við náttúruna og vöknum bara þegar við erum búin að sofa og svo sofnum við þegar starfsdegi lýkur og augun lokast. En svo bregðast krosstré sem önnur tré. Það brá mörgum glettu áhorfendum í brún í vetur þegar þeir sáu jökuldaling hangandi á úrinu sínu og það á Þorrablóti. Það náttúrulega þessi ósiður hefur komið hér inn til okkar eins og allt land. Við erum það tengd, við erum með þjóðveg 1 hér í gegnum sveitina þannig að við komumst ekkert upp með það að vera eitthvað öðruvís en annað fólk en sjálfsagt eru menn að aðhyllast tíman. En mér fannst svolítið gaman að heyra á það þegar þú varst með gera innganginn
hvað þú ert mikill jökuldælingur og héraðsmaður því að það stóðust á hjá þeirra áttirnar austur og norður í innganginu þannig að ég hefði svolítið gaman að þannig að þú ert sannur hérna jökuldælingur og austfirðingur í þér. Þakkaði fyrir geskur. Takk sömuleiðis. Jæja, þá er ég komin til Seyðisfjarðar. Þetta, var nú einu sinni höfuðstaður Íslands og svei mér þá, mér finnst bara eins og ég sé komin í höfuðstaði. Ég man eftir í þetta gamla daga, þá var ég að vinna upp á héraði, renndi niður á Seyðisfjörð og ætlaði á ball. Ball einmitt hérna í Herðubreið. Þá bara vildi þannig til að það var komin síld. Þannig að það voru engar stelpur á ballinu, allar komnar í söltun, þannig að við fórum bara í söltun og söltuðum alla nóttina og ég hef aldrei komið svona blóðugur heim af balli eins og þá, en þetta var samt rosalega gaman. Og það er greinilega mikið að vera hérna á Seyðisfirði í dag. Bærinn iðar hreinlega mannlífi og náttúrulega alltaf sama blíðan á Seyðisfirði. Er það ekki rétt hjá mér, Björt, er ekki alltaf sama blíðan á Seyðisfirði? Jú, ég held að sé ótt að segja það. Sumarið sé hér. En hvað erum að vera í bænum? Lunga, listahátíð ungs fólks, er hérna í fullu fjöri, búið að vera síðan á sunnudaginn var. Og hér eru listasmiður, 7 mismunandi listasmiður á fullu hérna hér og þar í bænum og fullt af listamönnum og þáttakendum af ýmsu tagi. Og Lunga, fyrir hvað stendur það? Lunga stendur fyrir listahátíð ungs fólks Austurlandi. Og til þessara hátíðar kemur ungt fólk víða að? Já, alls staðar ára heiminum. Við erum hérna með krakka sem hafa verið að taka þátt í ungmennaskiptaverkefni, 60 krakka, hérna frá Noregi og Englandi og Danmörku og svo Íslandi. Hvað er unga fólkið að dunda sér við hérna í heila viku? Sko, ýmislegt, það kennir margra grasa. Hérna er fólk til dæmis í listasmiðum sem eru að læra að dansa, stela dönsum frá hinum og þessum, blanda saman og svona. Svo erum við með gjörningaklúbbinn með námskeið hérna að kenna gjörningalist. Við erum með fólk sem er að smíða hljóðfæri úr rusli og jafnvel sjálfspilandi hljóðfæri. Svo erum við með hérna hóp sem er að gera skúlptúra úr gömlum raftækjum og svo vídeóverk og verið að búa til svona skepnubúninga og alls konar í gangi. Það fór á stað svona eins konar tilraunaverkefni í haust undir sama merki. Hvernig tókst það og sýnist þér kannski að þessi hátíð sé að vaxa upp í það að verða heilsársskóli á Seyðisfirði? Já, við stofnuðum Lungaskólan hérna á síðasta ári og vorum með fyrsta pröfu, beta námskeið okkar hérna mars og apríl og það gekk bara vonum framar. Fengum 17 nemendur frá 8 mismunandi löndum og þau voru alveg í skýjunum þegar við fóru og ótrúlegt að sjá hvað hægt að ná að gera mikið á bara 4 vikum. Og nú erum við að bjóða upp á fyrstu heilu önnin okkar frá og með september, sem eru 12 vikur og það er svona, má kannski segja, við sem að blanda saman hérna listahátíðinni og námskeiðunum eins og við erum með hér og svo svona sjálfsskoðun, þar sem við erum svolítið að vinna í sjálfum sér og svona finna út úr því hver þau vilja vera og hvernig þau ætla að komast þangað. Jæja, mín kæru, nú er ég aldeilis orðinn reffilegur. Ég er komin hérna með höfuðbúnað sem ég skilst að tilheyri þokuskrímsli. En ég næstum vissum að þetta gæti farið öðrum betur heldur en mér. Og hérna held ég búningur sem passar betur við þetta. Það var prófa. Jæja, stelpur, þessi höfuðbúnaður sem ég var með áðan, er það rétt hjá mér, er þetta þokuskrímsli? Já, þetta er svokölluð þokuskrímsli eða þokuskeppna. Þetta er hlutaverkefni sem við erum búin að vera að gera á Lunga. Og margir búin að koma að þessu verki. Það er ekki bara þið 4? Nei, það er ekki bara við 4. Við erum 15 í hópnum og það hafa komið alveg ansi stór partur af þeim hópi að því að byggja mismunandi hluta af þessu verki. Er þetta búið að vera skemmtilegt verkefni? Er þetta búin að vera skemmtilegi dagar? Já, ekkert smá. Þetta er svaka skemmtilegur hópur og gaman að sjá hvað kemur svona óvænt. Af því að það er alltaf það byrjaði á það var einn hópur sem tekur hausinn og svo er sviðsamhópa og einn hópur sem tekur líkamann, sviðsamhópa og einn hópur sem tekur skóna. Og þetta er klárlega flottasta skepnan. Tekur undir þetta? Er þetta búin að vera skemmtilegu tími? Já, þetta er búin að vera mjög skemmtilegu tími. Bara öll vikan
í heildinni er búin að vera ótrúlega skemmtileg. Eru þetta geggjaðir krakkar sem voru að hitta hérna? Já, það eru klikkaðir. Þetta nú í hug svona í lokin. Er ekki mál til komið að Austfjarðaþokunni fara að létta? Jú, vonandi á morgun. En þetta er fallegu búningur og ferðir vel. Já, takk fyrir það. Það hefur alltaf verið okkar markmið svona að skapa, hvað maður segja, bara tíma og rúm þar sem að fólk getur hist í svipuðum pælingum og veitt hvort öðru innblástur og jafnvel, þú veist, hér hafa skapast samstarfsverkefni, hér hafa skapast, eða hvað maður segja, orðið til ástarævintýri og jafnvel framtíðarsambönd og farið að fæðast lungabörn hér og þar og svona, þú veist, við erum náttúrulega búin að vera þessi í 15 ár, þannig að það er ýmislegt sem hefur komið út úr þessu. Og við höfum alltaf gaman að því að heyra sögur frá fólki sem hefur kannski byrjað hér og farið svo út í nám og er að meika það í sínu fæi af því að þau náðu þeim einhvern veginn að kveikja neistan. Þannig að það verður nóg að gera á Seyðisfirði í framtíðinni bara við að taka á móti þessu fólki þegar það kemur að halda upp á brúðkaupsafmælið og börnin að halda upp á sín afmæli og giftast og svo framvegis. Já, nákvæmlega og við svona kannski sjáum svolítið fyrir okkur að í framtíðinni að þá verði lungahátíðin eins konar svona, hvað maður að segja, reunion eða uppskeruhátíð þeirra sem að hafa þá komið vel í skólan og bara svona lista lífsins á Íslandi almennt. Og hér er bryggjuhátíð næstu viku, smiðjuhátíð þar sem að erum boðið upp á námskeið í eldsmíði meðal annars. Það er sem sagt alltaf eitthvað að vera á Seyðisfirði. Já, hér er sumarið og hér er fjörið og hér er gleðin og sköpunarkrafturinn. Og skemmtilegasta fólki. Já, það finnst mér allavega. Nú, þá er ekki fleira í glettum dagsins, en ég minni ykkur á auka glettur á fimmtudaginn. Það verða franskar glettur þar sem við fjöllum franska daga á Fáskrúðsfirði. Ekki missa af því. Bless á meðan.